En við ætlum að byrja á að ræða fréttir vikunnar við ritstjórana Óla Björn Kárason og Magnús Björn Ólafsson. Velkomnir báðir tveir. Óli Björn, þú ert ritstjóri AMX sem er fréttaveður. Ég ætla að byrja á bara að spyrja þig, hvað þótti þér svona athyglisverðast í vikunni? Ég veit nú að þú ert búin að vera á fjöllum eitthvað. Jú, ég er búin að fór upp á fjöll á mánudaginn og kom til byggða einhvern tíðan seinnipartinn í gær, þannig að það hefur kannski eitthvað farið fram hjá mér. Það er nú ekki forgangsverkefni að fylgjast með fréttum þegar maður er upp á fjöllum. Nei. Það er miklu skemmtilega að vera upp á fjöllum, sérstaklega í þessu árferði. Og dálítið merkileg ferð sem gæti nú kannski hjálpa okkur Íslendingum síðar meir, vegna þess að ég var þar ásamt fleirum með að hjálpa sjónvarpstökumönnum frá BBC sem ætla að gera 25 mínútna þátt þessa ferð. Mér skilst að það sé lengsti þáttur sem nokkuð tíman hefur verið sýndur í bresku sjónvarpi. Þannig að það er gaman að hafa fengið að hjálpa til. Það sem að ég var hins vegar beðinn að þvælast ekki heldur mikið fyrir myndavélinni. Gaman að fylgjast með þessum vinnubrögðum. Og hvað eru þeir að gera þátt á hálendi sérstaklega? Nei, það sem þeir voru að gera er að þetta er þáttur sem heitir High Altitude og er á BBC 2 og þetta eru tveir ofurhugar sem ferðast heiminn og eru svona að leika sér að gera það sem að ég myndi aldrei gera og svona flestir gera ekki og voru að skíða niður fjöll og fyrnindi þarna þegar það var búið að koma þeim upp á Eyjafjall og fleiri slíkt. Nei, þetta bæti kannski eitthvað fyrir æsseið, heldur það? Já, ég vona það vegna þess að þessu umfjöllum verður ekki efnahagsástand á Íslandi, heldur þá fyrst og fremst þessa ævintýraferð og svona á jákvæðum nótum og íslenska náttúru og þá var farið inn í Lofthellinn í Mývatnssveitinni sem mér var nú ekki alveg samum, þannig að ég vil frekar hafa vítt til veggja heldur hann tróðast inn í einhverju litla hólu. En í fréttum, hvað þótti þér að Mér fannst áhugaverðast viðtal sem að þið áttu hér á mánudagskvöldi við Tryggva Þór Herbertsson. Og mitt í allri þeirri neikvæðri fréttaumfjöllun sem að verið hefur síðustu vikur og síðustu mánuði þá var það nú svona ljós í myrkrinu að heyra þetta viðtal og hvernig hvernig Tryggvi Þór, sem að ég ber mikla virðingu fyrir sem fræðimenni og hagfræðingi, hvernig hann nálgast viðfangsefni og hvernig hann metur okkar stöðu mun betri, þó hann sé ekkert góð, mun betri heldur en margir hafa vilja að vera að láta. Magnús, þú ert ritstjóri í afleysingum á veftímaritinu Nei. Sást þú þetta viðtal við Tryggva og þessa bjarsýnu spáan sem þessar skuldir okkar Íslendinga? Nei, en það vekur athygli mína þegar menn fara að tala þessar skuldir að skuldirnar eru náttúrulega við erlenda aðila og þetta er svipað, finnst mér, eins og þegar við ætlum að fara að tala að reisa álver án þess að vita orkuverðið. Við vitum ekkert gengi krónunnar, hvernig getum við farið að tala skuldir. Við vitum ekkert hverjar raunverulega skuldirnar eru þegar krónan verður alvöru sett á flot. Hún er ekkert á floti nema hún svona hálf svona flýtur þarna einhvers staðar, ég veit ekki hvað Það er ekkert hægt að segja neitt um það hvað við skuldum fyrir við fáum að vita gengi krónunnar. Krónan er verðlaus úti. Það er ekkert í banka úti og skiptir íslensku krónum. Það er bara leiðaðir. Hvernig ætlar að fara að reikna út skuldir? Hvað með þessar erlendu eignir sem eru til staðar? Heldur að það sé einhver séns að selja þær fyrir eitthvað hagstætt verð? Ég hef ekki sérþekkingu á því og ætla ekki að reyna að ég er væntanlega fullt af fólki að horfa, ég ætla ekki að þykjast vita eitthvað sem ég hef ekki hundsvit á. Þú varst að tala fréttir vikunnar áðan og það snerti mig, það sem hreif mest við mér var frétt í Kastljósinu í gær sem talað var við mann sem hafði misst dóttur sína í bílslysi og hann átti örkumla son og þetta var frétt sem að snerti mann og þetta var virkilega svona einlæg frásögn og 5 sekúndum eftir að þessi hádramatíska frétt, 5 sekúndum eftir að henni lokið þá sjáum þið í Kastljósinu ástæðu til þess að klippa yfir í auglýsingar og þar er maður að öskra þessi megavika hjá Dominos. Þetta er svona eins og að halda fermingarveislu í helvíti einhvern veginn og þetta fréttaumhverfi sem þið hafið búið til, það er að segja að það eru grafalvarlega fréttir
og þær sökkva einhvern veginn algjörlega þau með kaffart í þessari neyslu hugmyndafræði áfram. Ég sé ekki hvernig íslenski fréttamenn eigi að geta krafist þess að íslenski stjórnmálamenn biðji þjóðina afsökunar án þess að þið biðjist afsökunar í leiðinni. Vegna þess að annað væri hræsni af ykkur og okkur þá, ef ég ætla að fara að kalla sjálfur mig fréttamann. Íslenskir fjölmiðlar, ég get tekið dæmi, það var sérstaklega andstyggilegt hvernig þið blésuðu þetta allt saman upp, að þegar íslenskir auðmenn sem höfðu tekjur, þúsundfaldar tekjur á við venjulega Íslendinga komu saman í, held ég man ekki hvernig þetta var, síðan 3-4 ár síðan, komu saman í Listasafni Íslands til þess að taka þátt í uppboði þar sem að aðgangur að uppboðinu kostaði 100.000 kall og allir fengu fínt að borða og það var uppdekkað borð þarna með gullslegnum hnífapörum og þeir buðu þarna í einhverja listmuni og ágóðin af þessu uppboði rann held ég til Barnaspítala Hringsins eða einhverja mannúðarmála. Þetta var upphæðið í fjölmiðlum eins og þessi menn, þessir jöfrar sem voru að gefa skít og kanil af heldartekjum sínum væru að gera eitthvað góðverk. Ég var alinn upp við það að góðverk væri það að gefa af skorti sínum, að upphefja ekki sjálfan sig þegar maður væri að gera góðverk, tala helst ekki um það. En þetta er eitt lítið dæmi um það hvernig íslenski fjölmiðlar hafa hafið upp þessa efnahagssveiflu algjörlega gagnrýnislaust og núna er verið að tala um það að það er að vera einhver endurnýjun, þú veist, í íslenskum stjórnmálum, þegar það eru koma kosningar, hvernig væri það að vera endurnýjun í íslenskum fjölmiðlum? Hvernig væri að þið myndu biðja þjóðina afsökunar á því að hafa gjörsamlega ekki bara staðið aðgerðalaus heldur upphafið þessa neyslu geðveiki sem tók hér öll völd sem endaði með því að litlum krökkum langaði ekkert heitar en að verða að ríkum businessköllum þegar þeir eru eldri. Ég veit ekki alveg hvernig... Óli Björn, þetta er sjónarmið sem auðvitað er alveg, eðlilegt og fullt af fólki hefur... Eðlilegt og sanngjarnt og nákvæmlega, ég hef rauninni rætt um það, bæði skrifað um það og talað um það á fundum eða annars á litlum fundi sem að hjá þeim sem hafa haldið þessa borgarafundi í Háskólabíói var þar fyrir nokkrum vikum þar sem ég veit var að tala um það að við sem að störfum og höfum starfað í fjölmiðlum við auðvitað þurfum að líta í eigin barm og við þurfum að gera upp okkar fortíð alveg með sama hætti og stjórnmálamenn. Ég er hins vegar ekki alveg sammála Magnús að við höfum auðvitað líka gert ýmislegt gott, ég meina fjandinn hafið það sko og það er ekki eins og öll umfjöllun hafi verið gagnrýnislaus í garð íslenskra auðmanna eða þeirra fyrirtækja sem að voru fremst í fararbroddi í útrásinni og hins vegar hafa... En það skorti samt á það að umræðan væri gagnrýnin heilt yfir. Egill Helgason talaði um það að þetta væri skólabókar dæmi um það hvernig fjölmiðlar hefði brugðist heilu samfélagi. Þetta er maður, fékk hann ekki verðlaun fyrir að vera besti fjölmiðlamaður á Íslandi núna daginn? Jú, besti sjónvarpsmaður. Besti sjónvarpsmaður á Íslandi. Við skulum þá bara taka mark á því sem hann sagði. Er það ekki? En ég meina, hvorki þú hvorugur ykkar tóku undir það þegar ég skrifaði fyrir líklega 6 eða 7 árum og benti á það sem að vera að gerast hér og vera að svona reglu hjá íslensku fyrirtækjum þar sem að þau væru að blása út eigið fé með því sem ég kallaði bókhaldsbrellur og núna þegar að starfsmaður ríkisskattstjóra bendir á það sama þá taka menn það upp. Það eru 5 eða 6 ár síðan ég byrjaði að skrifa það og á gagnrýninn hátt þannig að ég á auðvitað þátt í þessu og það er alveg rétt og ég skal sitja undir þeirri gagnrýni sem ég á skilið en ég ætla ekki að taka allt á mig hann auðvitað Magnús nálgast auðvitað málið út frá ákveðnu pólitísku sjónarhorni með sama hætti og ég auðvitað gerir ég er hins vegar einkaframtaksmaður ég er talsmaður þess að hér ríki frelsi í viðskiptum og ég tel að það sé... Auglýsingin fer ekki í taugarnar á þér? Nei, ég að vísu, ég meina auglýsingar fari ekki í taugarnar á mér. Alls ekki, ég tel að auglýsingar séu hluti af hinu frjálsa samfélagi manna, að fyrirtæki hljóti að eiga rétt á því að koma á framfæri sínu vöru og sinni þjónustu, annað væri það. Er þetta ekki alveg rétt, Magnús? Þú einföldum auglýsingarnar. Hvað rétt, segirðu? Að fyrirtæki hefur rétt á því að koma fram auglýsa vörur og þjónustu í ríkisreknum fjölmiðli?
Já. Ég ætla að segja aftur sem ég sagði í Silfri Egilsson daginn, árið 2005 gerði Heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis skýrslu, skilaði þingsályktunartillögu þar sem kom fram að helsta heilsufarsógn Íslendinga væri ofgnótt. Ofgnótt. Íslendingar eru að drepast úr ofneyslu árið 2005. Kannski verið að tala um þetta í Kastljósinu. Ríkisrekinn fjölmiðill sem hefur það yfirlýsta hlutverk að standa vörð gildi og menningarlegt gildi þjóðarinnar, ég veit ekki hvað. Þannig að þú ert eingöngu að gera athugasemdir við það að Ríkissjónvarpið sé með auglýsingar en ekki Stöð 2 eða Skjá 1. Nákvæmlega. Við getum verið sammála þetta. Nákvæmlega. Við getum verið sammála þetta. Ég er ekki í þeirri stöðu að fordæma auglýsingar sem fyrirbæri í heiminum. Í hverri mannesku er til fullkominn búnaður til þess að vega og meta það sem fyrir framan nefið á Það var bara ekki verið í ríkisstjórninni. En hins vegar, þegar fólk býr til sjónvarpsstöð og þessi sjónvarpsstöð er rekin af menntamálaráðuneytinu og þetta er og ríki Íslands og hlutirnir eru setti fram þannig að það sé verið að gera eitthvað annað en það sem raunverulega verið að gera, þá finnst mér það að vera mótsögn í sjálfu sér. En er þú ekki bara mótið því að Ríkisútvarpið sé rekið? Nei. Þú vilt hafa það til? Vil ég hafa Ríkisútvarpið til? Já. Ég er ekkert á móti Ríkisútvarpið. Nei, en ég meina, þú telur að það eigi að vera til, eða ekki? Ég tel að það eigi að vera til, jú. Þú telur að það sé rétt að fólk sem notar ekki Ríkisútvarpið, hlustar á Bylgjuna, horfir á Stöð 2 og Skjá 1, borgi fyrir það að þú sért að horfa á Ríkissjónvarpið. Já, ég til dæmis á ekki sjónvarp sjálfur. Nei, akkur finnst þér, og er það réttlætanlegt að þú sért skatlaður fyrir aðra sem horfa á sjónvarpið? Ég held að það sé mikilvægt að í þessum núverandi mynd er ég alveg sammála honum. Mér finnst Ríkissjónvarpið vera fyrir neðan allar hellur, en sem fyrirbæri þá finnst mér að við Íslendingar geti alveg léttilega gert eitthvað betra úr þessu fyrirbæri og fá á það virka. Skulum renna með þetta inn í helgina, strákar. Takk ykkur báðum kærlega fyrir komuna. Takk fyrir það. Takk.